Góðan daginn gott fólk. Textinn heldur því fram að fjármálalæsi snúist lítið stærðfræði og mest hegðun. Hvers vegna haldið þið að fólk sem mjög klárt í stærðfræði geti samt verið í peningavandræðum? Nefnið dæmi aðstæðurnar sem tilfinningar eins og ótti, gleði eða öfund stjórna peningaákvörðuninni frekar en skynsemi. Já, við erum sagt þér. Það var bara spurningin og við erum búin að undirbúa svör og umræði yfir allt saman. Svo sannarlega. Heimar? Já, ég held bara oft að fólk sé gott í stærðfræði, ég ekkert endilega sé gott til að stjórna fjármálum sínum. Fjármálaákvörðanir eru oft teknar út á tilfinningum frekar en skynsemi. Til dæmis getur ótti valdið því að fólk selur fjárfestingar í paniki. Gleði getur leitt til skyndikaupa eftir að fá laun og öfund getur orðið til þess að fólk eyðir peningum til að líta vel út fyrir að eiga betra lífa en aðrir. Já, ég hef séð nokkuð dæmi að þessu bara sjálfur í mínu, ekki mínu persónulega reynslu en ég hef séð ég sé alls konar hluti á minni tíð. Já, ég vil samt ekki fara að nefna neina nöfn. Maður alveg sé fólk sem er mjög klárt og gott í stærðfræði en samt bara í tómu rugli. Bara hérna er dæmi tekið þar sem að litlar upphæðir safnast oft upp, til dæmis að 1300 krónur á dag fyrir nokkuð á samloku. Það er bara heilar 312.000 krónur á ári. Það segja okkur að litlu hlutinir auðvitað safnast upp og verða stóru upphæð. Já. Við tókum dæmi, hvað? Við tókum persónulegt dæmi hérna. Já. Við erum alltaf með að minnst okkur 2 hlæðslur á dag. Það eru þið. Já. Ég er ekki til Nei, Ingi fellur ekki alveg undir þetta. Þú dett ekki alveg undir þessa. Þú dettur undir seinni spurningar. Það kemur á þér bráðlega. Hvað myndi ég? Þú með eitthvað svona, Ég meina- Hvað, þeir eru með 2 hræðslur á dag? Já, við erum með 2 hlæðslur á dag. Hvað er 556 krónur á 2 hræðslur? Sem er Gíska hvað það mikið á ári? Það gíska á 202.940 krónur. Já, það er næstu rétt. Það er rétt. Það er rétt, það stendur náttúrulega fyrir fram En hvað get ég fengið þér hana pening? Ég fór einmitt inn á Úrval útsýn. Það er ekki sponsora, við höfum það alveg á hreinu. Nei. Það mætt mega samt alveg sponsora. En já, þá komumst við að því að vika út á Madeira með öllu innifalið. Flug, hótel, matur. Það er bara nákvæmlega 200 og reyndar 4.000, þetta er 1.000 krónar munur. En Ingi, nú spyr ég þig um það spurningu. Hvort verður þú til í 2 hlæðslur eða utanlandsferð til Madeira? Utanlandsferð til Madeira, það er að fara að gerast. Það sem ég kaup ekki 2 hræðslur. Við höldum ofta að allir séu að horfa á okkur og dæma okkar klæðaburð okkar. En í raun er fólk upptekið af sjálfu sér. Hversu miklu máli skiptir það raunverulega hvað merki er á fötunum ykkar eða skónum? Ræðið stafvæðinguna að eyða peningu sem þú átt ekki til að heilla fólk sem er saman þig. Er uppskrift að óhamingju. Erum við sammála þessu? Já. Já, við erum sammála þessu. En sko, við förum aðeins dýpra í það. Við erum sammála að það sé ekki heilbrigt að vera að kaupa endalaust föt eða merki og ógeðslega dýrt til að, hvað segir maður, hrífa fólk sem er drullu saman um þig. En það er ekkert að því að kaupa stundum eitthvað sem þér finnst flott og fyrir sjálfa þig. Sem er kannski svona smá dýrt og Þetta er fyrir spegilinn, sko. Já, þetta er fyrir sjálfsímyndina líka. Við verðum allir að hafa góða sjálfsímynd finnst mér. En í fjárhagslegu er þetta ekki nóg gott fyrir okkur. Nei, við erum kannski að fara inn í eitthvað gott partí. Þá er það líka oft look good, feel good. Já. Það er alveg stað. Ég hef oft heyrt look good, feel good, play good. Ég meina, dýr leði ekki, skilur, kosta sitt. En Hann gerir sitt mann líka. líður líka vel í flottum leði eitthvað, sko. Hann gerir sitt. Ég er að segja það. En við erum náttúrulega fjárhagslega ábyrgamenn. Það Og við erum ekki að fara að detta í þetta að gera þetta endalaust. Þú má taka hennar einu svona mánuði. Já, maður þarf að svona velja vel. Ekki einu svona mánuði saman. Kannski ekki í svona óþarfa. Já. Ég held að það sé svona aðal markmiðið með þessu. Langar þér að taka næstu spurningu? Og maður er loksins að taka spurningu. Já, fyrirgefðu. Leysum hann upp hérna. Flest vandamál ungs fólks stafa af því að rugla saman þörfum, lífsnauðsynjum og löngunum, því sem gerir lífið skemmtilegt. Er nýr iPhone þörf eða löngun? Hvað með Spotify-áskrift? Hvað liggja á mörkin? Búið til lista yfir 3 hluti sem unglingar telja að vera nauðsynlegt en í rauninni bara langanir. Já, sko ég vildi taka þetta dæmi því mér finnst þetta galið og hef aldrei gert þetta. Ég veit að þið fallið oft í þessa gröf. Nú?
En það að eyða peningum með tölvuleiki. Þetta er, Mér Já, finnst sko, það sennilega. sko, Nú þetta er er það- ekki það slæmt, sko. Nei, sko. Þetta er bara eins og fötin, hérna. Já, föt, en eina sem ég er alltaf að tala um, ok, sérstaklega eins og með FIFA, hann kemur út, margir eða kannski alveg einhverju 20.000, sumir hundruðum. Já, við þekkjum Hvað dæmi, er langur tími þangað til að hætti að spila þetta? sko. Leikurinn kemur hvað í ágúst, Já, ég kaupi vissulega með töluleik, en ég er ekki að eyða meiri pening í hann. Jú, Hvað meinarðu? Jú, nei. svo er þetta búið í desember eða ekki? Ég er að segja það. Þetta er búið fyrir desember alltaf, Já. ég er búinn að taka fjárhagslega ákvörðun og ég mun ekki kaupa næsta leik, ég eyða fyrst hér. Ég hef aldrei keypt FIFA points í FIFA fyrir þessum leik. Ég er leiðinn með þetta skipti. Æja, það er svona. Mega. Mega annað, er þetta til Já. þér kannski persónulega? Sko- Að þessu skjóta hérna? Af þessu sem við erum með, þá erum við líka með negatífurur sem ég finnst auðvitað líka mjög tilgangslegu. Ég er sammála. Já, Og þetta líka er ég sammála. náttúrulega alveg, Þetta er líka mikið fíkn. þetta er bara fík, sko. Og þið kannski finnst þetta að vera svolítið lífsnauðsynlegt þegar þú ert að koma inn í fíknina. Já. En ég held að vita nú flestir alveg að það stýrt ekkert. En náttúrulega við vitum ekki hvernig þessu fólki líður, af því við náttúrulega erum ekki í þessu. Við Nei. vitum ekki hvernig þeim líður þegar þeim vantar sín skam. Nei, skam, þess að sé heitileg. Þetta er bara eitthvað. En jú, ég hef alveg fallið undir þetta þriðja punktur okkar sem er að betta. Ég alveg hef dótt í góða pókerleiki eða bakterleiki. En Ég? Þú Ég- ert ekki. Það er ekki gott. En ég er Það ekki- bara einangra hann inn út. Ég hef aldrei verið í- sem er í betti eða. ég hef aldrei verið í einhvern gölnum upphæðum, sko. Ok. Hvað er gafnar upp það fyrir þér? Ég hef aldrei farið í sett meira en kannski 5.000 dagir að hendi. Já, nú. Meira en ég. Sem er nú Það er heldur. 5.000 meira en ég. Það fer. En já, en þetta er svona önnur óþarfa eðsla sem oft er hjólík. Gunnar- Sem er eiginlega fyrir gaman. Gunnar fjármálaskennari kenndi okkur það að þetta mun skemma lífið með Já, það getur gæst. Ég man vel eftir þeim tíma. Ég bara fylgdi koma sömu út þar. borgur og lappa út og ekki tilbaka. Það hlusti í tíma. Það gerist. Það var að hlusta. En hvað, loka spurningin það? Gíður, þú taka næstu þetta? Hvað er taka að næstu? Já, það heiður. Að geta fresta fullnægju. Slepp einhverju smá núna fyrir eitthvað stærra seinna. Er lykillinn að velgengni. Hvað er erfiðast að segja nei við í dag til að spara? Er það matur, föt, skemmtun eða eitthvað annað? Ræðið hugtakið að spara er að borga framtíða þér. Hvernig líður ykkur með það hugsun að þið séu að senda eldri útgáfan eitthvað gjöf með því að spara? Já. Jú, auðvitað er þetta alveg mikilvægt held ég að svona að falla ekki fyrir öllum freystingum, sko. Já. Auðvitað það maður alltaf einhvern tímann að spara. Mér líður alltaf mjög vel eftir að ég veit að ég er búinn að spara einhvern pening. Jú, Mér líður alltaf vel með það. en stundum finnst mér kannski að maður megi heldur ekki fara sko hinn inn og spara of mikið. Nei, við verðum að geta drukkið Ég meina ég Þið hafa verið lett í þessu ekki, að vilja eitthvað strax og svo bara, ekki lengur. já, en þið er svo búin að kaupa það. Já, Svo er það bara komið á með hillu, saman er ekki. það kemur fyrir. En Vitið síðan þið- finnst mér önnur reisla eins og til dæmis, tökum dæmi hérna í vetur, þú veist, ég heiti 15.000 krónum í miða á Birni-tónleika. En ég sé ekki eftir krónum. Bítu. Varst þú ekki með alltaf? Jú, ég glemdi að nota. Já, þú glemdi að nota. Já. En þetta er peningur sem ég sé aldeilis ekki. En Hvað hafið er- þið ekkert að nota þetta hugtak hérna að spara er að borga framtíða þér? Þið hjálpa mér. Aldrei notað það. Þetta er í fyrst skil sem ég er heyra. En ég hef oft alveg svona pælt í því að vera kannski að spara, þannig að maður eigi pening setna meir. En samt vill maður heldur nú, maður vill nú ekki leggjast í gröfina móð mikið að eignum. Þetta hjálpar manni mjög, þegar þú ímyndaði framtíða þér. Þá sérðu að þú ert ekki í peningvanda. Þú er búin að borga þér Já. framtíðina. Ég meina hvort værirðu hamingjusamur og átt ekki neitt og fer í gröfina eða þunglindur og átt allt en eittir því aldrei. Þetta snýst sko um að þetta snýst um að velja framtíðina heldur en augnabliki. Þetta er ekki beint að eiga þessu aldrei. Nei. Þetta er frekar þegar þið vantar pening Já. betra að eiga hann. Ekki. Eins og bara kúpningi ferinn að verða að kera niður strömbugundina. Skipting. Þetta er Skiptingi sem að Gunnar sagði. Skiptingi. Skiptingi fólk. Og þá áttu peningin. Já. Í það að vera Jú, sem ekki með. jú, það er auðvitað rétt. Þannig að við ætlum að þakka fyrir okkur hérna í okkar fallið á. Kannski. Gæði. Fjárlæsið, þetta er nú bókið við þennan þátt.